Hæ, ertu að gera eitthvað? Komdu að búa til hringi. Jesús, þetta snýst. Þú þarft bara svona 2 og þú munt hafa mikið gaman með þá. Eða þú getur líka æft á þeim. Ég átti svona hringi þegar ég var barn og ég á þá ennþá. Þeir voru hins vegar gerðir. Ég gerir ráð fyrir úr einhverju beiki sem var beikt og hafa nú þegar séð sitt besta. Þeir eru á fallegum handbreytum með einföldu kerfi sem gerir kleift að breyta hæðinni. Að búa til svona hringi er þó dálítið kúnst. Og kannski hafið þið tekið eftir því að í dag eru þessi hringir venjulega gerðir úr krossviði. Núverandi hringir hafa venjulega ytri þvermál það bil 240 mm og þykkt eða þvermál þar sem þetta er hringla að þversnið 28 eða 32 mm á meðan mínir gömlu barnahringir voru með þvermál það bil 180 mm og þykkt það bil 20 mm. Ég ákvað að gera málamiðlun ekki aðeins vegna þess að bæði börn og fullorðnir muni nota þetta, heldur einnig vegna tækjabúnaðarins míns. Ég skal útskýra strax af hverju. Til að framleiða svona hringi þarftu í raun aðeins efri fræsara og 2 fræsar. 1. Til að skera út hringina og önnur. Kúpt með radíus til að gera þessa. Ávölun. Svona hringi getur við keypt í dag fyrir 800 krónur og fyrir sömu peninga getur við keypt kúpta radíus fræsasetti í Max. Þannig að ég keypti auðvitað frekar fræsarnar því með þeim get ég búið til hringina en með hringinum get ég ekki búið til fræsarnar. Og í settinu er stærsta fræsan með radíus 12,7 mm sem er hálfur tommi. Svo helst ætti ég að hafa efni sem er tommuþykkt eða 20 og 5 fullir 4/10 mm. Ég á ekki slíkt efni hér svo ég þurfti í raun að búa það til úr hálfunu efni, nefnilega úr krossviði sem er 18 mm að þykkt. Ég límdi saman 2 þessar krossviðaplötur sem gaf mér plötu sem var 36 mm að þykkt og ég þurfti að fjarlægja umframefnið. Þú getur annarkvort fræst það í gegnum planara en þá missir þið mikið af efninu sem mér finnst vera sjóun. Þannig að ég ákvað að saga það með bandsu og þannig fæ ég eina, þykkari plötu sem ég nota fyrir hringina og aðra, þynnri sem ég get nota síðar fyrir eitthvað annað. Og hér er fyrsta takmörkunin. Ég er með bandsög sem getur skorið það bil 210 mm, svo ég ákvað að gera hringin með 200 mm þvermál. Það var ekki auðvelt, þú þarft band með lítilli bit, 3 tennur og tommu til að það losi vel spónin. Að lokum skar ég það frá báðum hliðum, svo ég sneri því við og kláraði að skera það frá hinni hliðinu og niðurstaðan er í lagi. Og svo fór ég með það í þykktarfræsara, sem sagt í planara. Ef þú átt hana ekki, þyrftir að slípa það með beltaslípara, svo það væri líklega betra að fá krossvið með viðeigandi þykkt, hvort sem það er 24 eða jafnvel 28 mm. En þá væri betra að hafa radíusfræsara með 14 mm radíus. Svo ég er búinn að klára plötuna. Ég teiknaði hringa á hana og komst að því að viðbótin er svo lítila ef ég myndi fræsa. Þá myndi fræsarinn fara inn í hinn hlutan. Svo ég sker það aftur á bandsögin sem hefur lítið skurðasvæði og sker síðan hvert hring, út fyrir sig. Ég mun skera með hjálp spírafræsara með 6 mm þvermál og með mjög einföldu tæki. Og fyrst skerum við auðvitað ytra þvermálið, því ef við myndum skera innra þvermálið fyrst, þá myndum við missa miðjuna sem við þurfum einmitt til að staðsetja. Tækið, með nagla. Ytra þvermálið getum við skorið í gegn, en ég mæli með að skera ekki innra þvermálið alveg í gegn, því ef þið myndu skera það og ekki hafa fest einstaka hluta saman, þá gæti það skoppað og þið gætu annarkvort skemmt vinnustykki eða í verra tilfelli brotið fræsara. Og það væri virkilega synd, þannig að ég sker ekki alveg í gegn, bara til dæmis í dýpt sem er helmingur eða 2/3. Og það sem eftir stendur, það sem ekki er skorið, það sker ég síðan með binsjó. Og það sem eftir stendur fræsi ég burt með skurðarfræsjum með legu. Þetta er vissulega aðeins flóknari tækni, en samt öruggari. Þannig að við erum búin með báða hringina, í hráu ástandi. Nú þurfum við að rúna þá af. Og vegna þess að ég vil hafa jaðarinn eins vandaðan, og mögulegt er, þá fór ég frekar að klára hann, aðeins á rennibekknum. Jæja, á rennibekknum tók ég það fyrst með skurðtóli, og síðan slétti ég það með sandpapír,
til að yfirborðið væri eins fullkomið og mögulegt og til að ójöfnur myndi ekki endurspeglast við rúnunina. Þessar radíusfræsar hafa legu, sem í þessu tilfelli má nota við að búa til rúnunina en aðeins, frá annarri hliðinni. 3. Ef þú býr til rúnunina og snýrð hringnum, þá getur legan í raun ekki stutt sig við upprunalegu brúnina sem ekki lengur til staðar. Heldur myndi hún styðja sig við radíusin og þú myndir fara aðeins dýpra með fræsingunni í efnið en þegar það var snúið, upprunalega. Þannig að á þessu augnabliki geturðu ekki nota leguna. Þú þarft að búa til einhvers konar einfaldan hornstöðvara sem þú stillir þannig að fingurinn fari ekki lengra inn í fræsaran en þú þarft. Í raun betra að búa til þennan stöðvara strax í upphafi og nota leguna alls ekki. Það hefur líka þann kost að það afritar ekki. Litlar ójöfnur sem gætu hafa orðið eftir frá fyrri fræsingu. Jæja, báðir. Hringirnir eru nú fræstir, fallega óvalir. Það þarf enn að slípa þá. Og í þeim tilgangi hef ég búið til mjóar ræmur. Fyrst skar ég þá úr notuð besti úr bestislípara, en fljótlega áttaði ég mig á að það var ekki góð hugmynd, því ef þú ert með betri bestislípara, þá grafít innlegg undir bestinu, sem gerir bestin mjög skítugt á bakhliðinni. Svo ég var með skítugar hendur, sem hefði ekki truflað mig sjálft, en þegar ég snerti slípaði hringinn, þá óhrengaði ég hann. Svo að lokum tók ég nýtt belti með kornastærð 120 og skar aftur ræmur úr því. Í þetta skipti skar ég það í þriðjunga. Það belti sem 100 mm á breidd, svo ég fékk það bil 3 cm ræmur. Varist að slípa ekki geislamyndar því þá myndast rákir á innra þvermálinu sem erfitt að fjarlægja, svo það nauðsynlegt að hafa það eins skáhallt og mögulegt að gera einnig vaggandi hreyfingu á meðan. Þá verður það virkilega fallegt. Nú komið að yfirborðsmeðferðinni. Þeir sem þekkja mig geta líklega gískað. Já, hörefni. Ég helli því alltaf úr stærri umbúðum í eitthvað lítið, sérstaklega í glerskál, og hita það neðan frá með teljúsi. Þú nærð hitastigi næstum 80 gráður, sem meira en nóg fyrir hörfrasólíuna. 60 gráður dugar til að minnka seigju og leyfa olíunni að síast betur inn í efnið. Ég notaði hringlaga snúningsdiskinn minn til að bera það jafnt á allt í kring. Láttu hörfrasólíuna síast inn, þar sem ekki síast inn þarf að þurrka af eftir einhver tíma. Og eftir að hörfrasólían hefur þornað, geturðu prófað hringina. Þú þarft einhverja 2 ólar. Ég notaði ólar með skrúfjárni sem þola 1,5 tonn, sem virkilega nægilegt. Ef börnin ætla bara að sveiflast á þessu, þá þurfa ólarnar auðvitað ekki að vera 5 tonnar. En ef fullorðnir ætla að æfa á þessu og gera einhverja kúnstir og hanga á hvolfi, þá myndi ég auðvitað tryggja að það sé nægilega sterkt. Tengilá ekki bara notað fræsara, finnur þið í lýsingunni undir myndbandinu. Og ef þið búið til svona hringi, þá óska ég ykkur mikillar skemmtunar með þá. Takk fyrir að horfa. Hafið það gott og gerið eitthvað.